Já, og svo þetta dagur íslenska fjárhundsins haldinn í fyrsta skipti í dag og að því tilefni var haldið málþing í Þjóðminjasafninu hundinum til heiðurs. Þá komu hundaeigendur saman meðal annars á Árbæjarsafninu og gerðu sér glaðan dag. Jóhann K. Jóhannsson var á staðnum. Deginum var fagnað víðs vegar land og komu hundaeigendur saman meðal annars í Reykjavík, á Selfossi, á Þingvöllum og víðar. Saga hundsins rakin til landnáms en það var Sir Mark Watson, breskur aðalsmaður sem átti stóran þátt í að bjarga íslenska fjárhundinum frá útrýmingu á fyrrihluta 20. aldar. Dagurinn í dag fæðingadagur Watson. Það yndislegt að eiga íslenska fjárhund. Yfir höfuð yndislegt að eiga hund. En íslenski fjárhundurinn náttúrulega svo sérstaklega aðlagaður heimilinu og vera nálægt manninum eins og hann búinn að vera í meira 1000 ár og það sjálfsagt að fagna og halda vel upp á það sem að er vel gert, sem hefur leitt af sér að við erum komið með hreinræktaða fallega hunda sem orðnir vinsælir út allan heim. Það var erfiðavali var að fá hund, að taka það skref vegna þess að þetta náttúrulega gríðarleg binding. Þetta kallar á að fara lágmark 2-3 á dag með hundin í göngu og hreyfa hann og það satt að segja miklu erfiðar að koma hundi fyrir í pössun heldur en barni. Og það rauk hann. Já, það voru glaðir og kátir hundar og hundaeigendur á Árbæjarsafni í dag og þeir eru þar sömuleiðis hér í miðbænum en Dýralæknafélag Íslands með viðburði í tilefni dagsins hér á Óðinstorgi og hér hjá mér konan í brúnni hjá dýralæknunum. Hvað það sem ætlaði að gera hér í dag? Já, við erum bara að taka þátt í þessum fína degi íslenska fjárhundsins og sérstaklega erum við að heiðra minningu Mark Watson sem ekki bara stuðla því að bjarga hundinum frá útrýmingu, heldur líka það að hann gaf Íslendingum fyrsta dýraspítala landsins. Hann margt sérstakur íslenski fjárhundurinn, til dæmis bara ef við skoðum hérna skottið á þeim, þetta hringlaga skott. Já, þetta einkenni íslenska hundsins upprétt eyru og mjög fríður og hringaskott, mjög hátt sett. Hvað hefur íslenski fjárhundurinn fram yfir aðrar tegundir? Kæti, gleði, hann ofsalega kátur og glaður og blíður, alltaf tilbúin til þess að vera með og vinnusamur, mjög vinnusamur. Og þú búin að eiga, er það ekki nokkra slíka? Ég búin að eiga 3, ég er með 3. hundu núna og alltaf hefur það verið íslensku fjárhundur, ég hef ekki átt neina aðra tegund. Nú, hvernig hefur hundurinn breyst í áranna rás? Er þetta meira vinnuhundur eða fjölskylduhundur í dag? Hann aðalega fjölskylduhundur en það verður samt sem að passa upp á það hann hafi nú að gera. Þannig að það verður að gera með ýmsum hætti, að láta hann hafa verkefni og vinsælt í dag er að láta hann gera ýmsum þrautir og fara við spóraleit og annað. Glæsilegt. Hefur stofninn byggst vel upp? Já, hann gert það og núna hann komin úr útrýmingahættu sem betur fyrr. Þannig að það mikill áhugi fyrir hundin núna. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Og þau ætla að vera hér frá Dýralæknafélagi Íslands til klukkan 7 í kvöld. Það nokkra mínútur til þess að kíkja hér á Óðinstorgið og með þeim orðum kveðjum við hér úr miðbænum úr fjörinu og sendum hundabeinið aftur yfir til þín, Sindri. Dagur íslenska fjárhundsins var haldinn í dag í fyrsta sinn þann 18. júlí. Hundinum fagnað vítt landið en það var tíma útlit fyrir að kynið myndi heyra sögunni til. Þetta fæðingadagur Mark Watson sem var mikill Íslandsvinur og meðal þess sem hann gerði fyrir okkur var að hann bjargaði þessum hundi frá útrýmingu. Hann kom hérna ungur maður og sá hundinn, var mjög heillaður af honum. Svo kom hann nokkrum árum síðar og þá sá hann bara örfáa og hann bara tók sig til sinna ráða. Dagurinn því tileinkaður íslenska fjárhundinum og honum fagnað víða land. Á Þjóðminjasafninu fór fram málþing til minningar Mark Watson og hundaeigendur hittustu víða og viðruðu hunda sína, svo fátt eitt sé nefnt. Reykvískir hundaeigendur hittust hjá Reykjavíkurtjörn og gengur hringinn í kringum tjörnina. Númer 1, 2 og 3 að hundurinn sé sýnilegur. Íslenski fjárhundurinn sé sýnilegur og að eigendur og hundur eigi góðan dag saman. Og það aðalmarkmiðið. Það einn af kostunum við þessa hundategund hvað þeir eru glaðværir, skemmtilegir og hlýðnir. Mosi, leggstu og rúlla. Já, dugleg. Viðtökur við deginum voru vonum framar og má telja líklegt að hundar og menn hlakki til dagsins að ári liðnu.